4. Það föstudagurinn 27. nóvember árið 2021. Hann ekki mikið eftir að því. Auðun Blöndaleiti og sitt í mínusæti og beint á móti mér tveir vel hressir og heimskir annar þeirra fyrirlið þáttur eins og hann sagði. Hvað að gera? Rétt á hann. Það var ekki rós þetta, en já, ég sagði að væri finnir, hressir. Það líka heimskir. Já, þið eru það. Sem við erum reyndar, þreytt að fá að heyra það samt. En sko, það er mjög fallegt það sem að Egill sagði hérna rétt áður og löpum inn í stúdíóð bara, strákar, let's give them a show. Það er allt í skrúfunni í dag. Það er allt í apaskýt, fólk þarf að show. Af hverju kom þessi peppra í höður? Af hverju, ég tengdi ekki alveg við þetta. Af hverju er allt í skrúfunni? Er það þessi nýja veira eða? Já, það er þessi nýja veira, jú, vissulega. Hún er nú ekki komin til Íslands. Þannig að Íslendingar finna nú ekki fyrir þessu. Hún er komin bara í næstu viku, sko. En ég get lofa að þessi veira mun kominga. Nema við alltaf bara shut this country down. Við fyrir bara í það. En viltu það? Eiginlega ekki. Þá kemst ekki til jólin. Er ekki gott fyrir brefin og... Já, sko, gott fyrir brefin. Veiran var ekki, þessar fréttir voru ekki það góða fyrir þig. Elsku vinur. Nei, sko. Ég gleymi stundum í sig bara með tvo menn hérna from the stock market alltaf í hverjum þætti. Það er maður bara að henda sig í hlutabrifum sem maður getur talað við ykkur eða. Ekki segja eina sem þetta gengur út af. Ekki segja tvo, segja einn. Þú tala meira hlutabrif heldur nokkuð maður sem ég þekki. Það tala ég þau en ég bara ekki í þau. Sko, málið með þessa þreyttu nýju veiru. Sko, eigum við að vera þunglitir yfir henni? Nei. Eigum við að have a hell of a goddamn time? Ég segi, let's have a hell of a goddamn time. Það ekki? Jó, hvort sem að þessi veira vera komið ekki, þá eigum við alltaf að give them a show. Já, er það ekki? Diggar hlustendur í 10 ár. Það er enda mjög dimmt. Fólk þarf þetta ekstra mikið. Veistu okkur að dimmt? Það er ekki sól og þróttarmerkinu, sko. Nei, en veistu okkur að dimmt? Black Friday. Það er svoleið. Shit, hvað það lýr. Fólk var free shit í það. Nei, það er ekki free shit. Íslandingar kunni, ég er að störtlast þegar ég sé þessu auglýsingar. Black Friday auglýsingar? Já, að því að þetta er gott fyrir fyrirtæki eins og okkar. Það eru allir að auglýsa Black Friday. Ég veit það þú veist, Íslandingar bara get ekki, þú veist að Black Friday erlendis eru bara clear out útsölur, þú veist, það er bara, þú mætir inn, það er bara 70-80% af, biðraði fyrir utan, það er alvöru. En það er líka á Íslandi, fólk er að sko að trafka hvort öðru. Á Íslandi er þetta þannig að, herru, við ætlum að vera með Black Friday vikuna, 15% afsláttur í viku. Já. Bara hvað er að gerast? Sér það er þetta á nokkru stöðum. Og hvað, er Cyber Monday á mánudaginn, er þá Cyber Monday í viku? 15% af í viku að þú pantar á internetinu. En það eru samt alveg nokkur. Erum við þarna? Já, það eru samt alveg nokkur fyrirtæki sem ég fíla sig alveg vika. Ef ég er alveg hreinskilinn, það geta nýtt afsláttin í heila viku. Já, ég er samt blöð, þú veist. En er þetta ekki svona í Bandaríkjunum? Þú þekkir þetta stendur. Jú, þetta er svona í London. Við erum að fara helgina og það er Black Friday alla helgina. Já. Þannig að það er ekkert bara Ísland. Nei, en í Bandaríkjunum er þetta, þú veist, það er alvöru tilboð og það er slegist þau. Þess vegna þetta er stemningsdagur, sko. En þú getur þetta er ekki stemningsvika. Nei, þú getur ekki verið að rakka niður að fyrirtæki að séu að gefa afslátt. Nei, ég fagna því. En þú vilt hafa þetta í einn dag en ekki heila viku. Akkur getum við ekki bara búið til einhverja afslátt af viku sem við hérna getum bara búið til í febrúar eða eitthvað. En Black Friday er ekki þannig. Sem dæmi með Black Friday, ég sá að það er talandi um viku, það er Black Friday hjá Iceland í heila viku. Ég var að hugsa, ég vil ekki panta til AC, nýta Black Friday. Já, Þið fara bara beint út. Hljóðið beint til AC núna. Nei, þú fljóð til New York. Já. Nei, þú getur panta núna en farið svo í februar eitthvað. Og alveg eins, ég er að fara að koma uppþvottavél og bara Elko og fleiri fyrirtæki. Mér finnst þetta sér viku, ég hef ekki getað nýtt þetta í dag. Ég er ekki að drulli verið að segja afsláttur af fyrirtækjum í viku. Ég er að segja að þetta er bara ekki ágjörð að tengt Black Friday. Það má bara vera afslátt af vika. Það er alltaf læg. Hvað var það kringlukastið? Var það ekki afsláttur í viku? Eða mánuð eða eitthvað? Já, en það fólk er að nýta þetta heitir eitthvað í staðið fyrir að koma með herru, það er afsláttur í viku hjá okkur. Thanksgiving var í 5. daginn. Það ætlar ég þetta kjúkling, nei, hérna kalkun í kvöld líka. Og morgun. Sem sölublöð, I get it. Og ég er ánægð með þetta. Þú mátt alveg rakka þetta niður eins og þú vilt. Ég er ánægð með þetta. Ég er ekki að rakka þetta niður. Það sé bara afsláttur í heila viku. Ég hati ekki afslætti, ég elska afslætti. Ég dyrka tilbúð. Nýtur þér Já, ég nýtti mig tilbúð. Ég er tilbúðsmaðurinn. Ég er að segja að það þarf ekki endur að tengja það samt til Black Friday. Það má alveg vera bara afslátt af Ég var að spyrja Google, how long does Black Friday last? Hvað segir Google? Black Friday is 24 hours. Akkurat. Það er Black Friday. Þessu steindi og það pakka manni saman. Þannig að Google er með steindaði liði. Ég er bara hugsa the consumer á Íslandi. Já, ég líka. Það munur á mér og steinda. Góðu dílar, fólk að segja góðu dílar. Geta nýtt hann í viku. Mér finnst bara 10-15% ekki takk góðu díl. En mér finnst 90% af í Bandaríkjunum í 24 tíma. Það er náttúrulega ekki 90% af neinstastinn. Það talar eins og þú er búið í Bandaríkjunum í 20 ára sem má nýta þetta svo oft. Það er rosalega afsláttur. Hann er bara ljú. Nei, þetta eru clear out út
útsölu, þú veist, við erum að tala um þetta kannski 2 ára gömul sjónvörp, það var að hreins út búðina. Það var að hreins út búðir. Og þetta löðrunga menn til þess að ná sjónvarpstæki sem langar í og... Hefur ekki séð Já, það er rosalegt. Jó, töpumenn Þeir voru að ná í töpumenn. Það er rosalegt. Þannig Það var alveg barátt á það, sko. Þú veist, ég nenni ekki að býði biðru núna fyrir þetta fyrirtæki. En ég væri til ef þetta væri svona alvöru, bara svona drullaði frá þetta. Það var ángríð. Hefur ekki séð vídeo af Black Friday á Íslandi? Ég væri til ef Þeir eru að bara riðjast inn í einhver svona hvað sem að raftækja verslanir í Bandaríkjunum. Er fólk bara að hlaupa inn að hrinda fólki bara hlaupa, er ég að stíga á bakið á einhverjum sem langar í sjónvarp? En þú ert að íta einhverjum frá, já. Ég sé svoleiðis myndband á Íslandi. Ef ég fer inn í raftækjabúðina eftir þátt, Nei, þetta það er segir fyrir að gerast í að ég sé að morgun. fara að stíga baki á einhverjum eða ít einhverjum. Já, það hefur gert það í morgun þegar opnaði, já. Er það í morgun? Staðfest. Nei, ekki Staðfest. Ekki séns. Kannski ekki einhver staðar, þú veist, ég hef einhver fyrirtæki sem ég ætla ekki að nefna, en þú er ekki gert það fyrir 15% einhver staðar, en það hefur farið í raftækjaverslanir hérna, pottet. Akkur hefur ekki bara mætt á þriðjudag næstu viku og fengið mín 15%. Þegar það er ekki Black Friday þá. Nei, það er vika. Já, þá er búin að taka kannski þau tæki sem þau eru að bjóða upp á þessum afslætti. En er þetta ekki meira en 15%? Þau eru ekkert með nýjustu vörundöfninni. Nei. En þú verður að fara þú fattar þetta ekki. Þú verður að hrinda einhverjum, farðu ykkur ráftækjabúð eftir og hrinda einhverjum. Nei, mér heyrist hann bara ætla að fara og taka einhverja markastjóra og hrinda þeim bara í fyrirtæki fyrir að það hafi þetta heila viku fyrir okkur Íslendinga. Nei, ég er ekki að drulla við það. Þú veist það því? Ég væri til að væri tilbóð og afslættir allan ásins ring. Ég skil ekki akkur að þarf að vera eitthvað að eiga við á dag, því að þessi dagur, hann er bara sem hann er og Egil googla hann 24/7. Hvenær er Cyber Monday? Mánudaginn, mæntanlega. En fer hann yfir Black Friday vikuna þá? Það er rosalegt. Nú er góð spurning, er Cyber Monday, verður hann þá allt í einu á Íslandi Cyber Tuesday og Friday og... Ég veit það ekki. En ef ég fæ afslátt í heila viku þá er ég til í það. Það er ekki að sem ég er að tala. Fólk elskar afslætti og free beer. That shit, ekki bara free beer, free áfengi. Sign me up. Var ykkur aftekjaðislega að gefa free beer? Nei, bara þessi fólk elskar afslætti og free beer. Ég held að fyrirtæki að gera meira því. Ég held að, sko, fyrirtæki fatt ekki hversu mikið Íslendingar elskar frítt áfengi. Þegar þú segir bara, herru, þegar þú komið að vesli kvöld, það er frítt að drekka. Ef ég ætti aftekjaverslun, ég myndi segja bara free beer. Bara komið hérna og verslið sem þú viljið. Það er frítt að drekka frá 7 til 11. Þegar þú lappar inn, þá kemur ykkur fyllibittu og réttið bjór. Það er ekki fyllibittu sem er að vinna. Farðu og veslu. Þið vitið að við erum alltaf, það er ekki bara Black Friday í raftækja verslunum. Líka bara fatabúður. En af hverju er ekki einhverju marketing expert að núti? Þegar fólk kemur í búðuna, réttuðu mér skaldan bjór. Þú vesla meira, þú veist, þú kærulausur. Kærulausur? Já, ég fatt að leiðu þess að það er kærulausur. Sko, ef ég ætti fyrirtæki eðlilega heimskur. Segjum að við 3 ættu fyrirtæki. Svo varst að rakka mig niður fyrir að kalla heimskan í byrjun þátt. En við ættu fyrirtæki við myndum alltaf bara, þá getum við farið bara út í ríki, keypt kannski áfengi fyrir 1 milljón og svo bara, hérna, það er bara þetta er long term, telur. Sérðu hvað, allar svona stærstu fataverslanir heims sko að gera þann leið og labbar inn bjóður upp á frýtt kampæn. Ekki hérna á Íslandi. Ekki á Íslandi, jú, það var samt alveg ykkur. Ég hef ekki verið varfið það því ég er að kaupa á krakkan einhvers þar í H&M. Ég sagði allar stærstu. Þú lappar inn í eitthvað rusl stendur, sko. Það er alveg high class búður, sko. Ekki kalla mig og fjölskyldra mína rusl. Ég er bara að segja ég er bara, ef ég er að fara að kaupa bara ef ég... Þú ert ekki að fara að lappa með krakkana þína inn í einhverju búð þar sem þið bjóðu upp á ef ég lappa inn í Prímar í Þýskalandi, mér er ekki rétt kampæn. Nei, þetta er hlusta það sem ég sagði. Allar stærstu alvöru búður í heiminu. Þá er ég að tala um Gucci og eitthvað svona kjaftaði. Þegar þú og þið familja lappið inn einhverju búði og beina dorm, þetta fær ekki kampað mín þegar lappar inn. Ég var ekki svona gafur að tala um alvöru búð. Þú lappar inn í alvöru fataverslun og ekki haldi 1 sekundu ég sé að veslaða sjálfur. Ég hef lappað með íþróttamönnum sem hafa efna á því að veslaða hana. Það er bara strax komið kampæn og það er búið upp á matið og þartan og þetta er líka þannig búðir að hver einasti kunni er að eyða lágmark 1 milljón og það mega bara vera x-markir inn í búð og svoleiðis. Ég hef ekki farið þetta. Ég hef ekki fengið kampæn í lappin í fataversl. Það má ekki hver sem er lappin í svona búðir. Þú þarft að, ef það er of margir inni, þarft að bíða. Og yfirleitt ringir á undan eða þú ert alveg bólar á ringjur. Ég er að koma kl. 12 og þannig er þetta. Ég er alltaf fullur inn í svona búð. Við löpum bara beint að inn. Ég keypti mér ekki neitt. Þú varst ekki líka með bara ég þurfti að selja bílinn. En það er, sko, þannig að þeir kunna þetta. Ég held að fyrirtæki, ef einhver að hlusta, þá ætti fólk að nýta sig það að
henda bjóri í liðið þegar að labba inn. Það þarf ekki að kosta svo mikið. Það er bara í búa okkar manni í Ölgerðinu, hann kemur túborg. Það bara að auglýsa free beer. Já, en Komum á vesti. Það verður fokkin tróð. Hversu En fljótt svo Hjöppi myndi segja, where the fuck do I sign? Já, en hversu langt myndi líða í að er einhver brjálaður og myndi hendi í Facebook status bara, ég mætti bara inn í búðina og mér að bara veita áfengi. Það er alltaf allir brjálaðir. Það er bara 0,0%. Það er ekki 0,0% bjóri. Maður er löngum búin að sætta á sig það er alveg saman hvað að gera, það verður einhver pirraðir. Óáfengubjór Við hvort viltu áfengan, viltu létt eða viltu bjór? Áttu strax bara búin að klára þetta. Champagne? Viltu 14% eða viltu bara fá 2,25? Þú er til í champagne núna. Það er bara dimt og leiðindi og ný veira og eitthvað til í. Þú varst að segja hann að þú ætlar að vera þvílíkt hress þrátt fyrir allar þessar fréttir. Ég er mjög hress, sko. Ég ætla ekki þessi veira, hún er ekki að pirra með þetta. King Þórólf er að fara að græða. Talandi um veirun og King Þórólf. Nú vil ég ekki hræða hlustundur. Ég fór í 3. sprautuna á miðvikudaginn. Ég fór í Boost. 3? Já, ég kom með 3 sprautur. Allar frá Pfizer. Já. Þú veist alveg. Þú veist málið, eins góðan dílu þú fegst. Þá fegst Steinþór einhvern versta. Ég er Janssen og Moderna maður, sko. Ég er líka Janssen og Jæger í blóðinu. Þau veit að ég stið sprautur. En þetta var ekki einhvað sem ég sóttum. Já, ég stið allar sprautur. Nei, ég sagði við Þórólf þegar hittan daginn. Ég sagði, þú veist alveg, ég er ekki ég mæti sprautur. Ég er bara auðvitað. En ég fer ekki nema ég fá Pfizer. Ég er búinn að taka mig Janssen og Moderna. Ég á skilið að það verður að bjóða daginn. Bara fólk sem vildi fara inn í Höll gat fengi Pfizer. Já, ég má ekki fá fyrir í janúar. Hvernig verður þið ræstir inn? Ég er í janúar held ég. Það fer milli jól og nýjárs. Svo ég klára, þá vil ég ekki hræða hlustendur. En þetta er í fyrsta sinn sem að sprauta býtur á mig. Ég átti hræðilega nótt að miðvikudaginn. Getur listinni mjög nákvæmt? Já, þetta var viðbjóður en ekki að ég lofa Þórólfi en að hlusta. Ég fer í 4. sprautuna þess þar. En ég var í, ég fekk svona alvöru svitakast. Sem ég bara vaknaði. Vaknar á nóttina. Já, og bara í svitakast. Sviti. Já, og bara deyja. Svo er ég bara fór og sótti með vatn, skalvallur. Svo var mér ógeðslega kallt. Ég bara skalvallur þá, var aftur ógeðslega heitt. Og sko handleggurinn á mér, það sem að sprautan fór í, það var eins og ég væri með hníf í handleggunum. Það var bara eins og ég væri og ég náði ekki að taka hann úr. Fannstu ekki bara þegar þú fékkst hana, heldur alveg kvöldið? Nóttina, ekki yfir bara daginn og kvöldið. Það var bara svona pínu. Það er illa í þig. Já, þetta var hræðilegt. Kannski brotnaði nálinn í hendinni. Nei, það ég finn Fyrstu ekki verkefnablu? Þú fannst þannig, tilfinningu. Ég tek aldrei verkefnablu, ég fekk með verkefnablana. Veistu hvað það gera? Fyrstu er Oxycontin. Þú var Dayquil. Nei, ég fekk mér bara Nightquil. Hvað heitir þetta algengast aðna? Íbúfen. Nei, það er bólgöðandi. Það virkar ekki. Sko, ringdi mig áður og Steindi er sérfræðingur í verkefnum, sko. Ég á apotek heima ég ger ekki annað, ég vakna mótnana og tek pillur, sko. Ég er pillukall. Pillukall? Já, bara þú veist, ég ger ekki annað. Ég borði til svo nammi. Það er ekki gott orð að kalla sig pillukall. En málega það upplöða, ef þú verður svona slappur eins og aðast, þú sko þetta gera? Þú ert að klæða því. Ég gerir það þegar ég verð svona örf sjaldan, sko. 10 ára fresti. Þú varst upp og niður daginn. Já, 10 ára fresti. Þú komir í bleiu. Já, nei, skjöldur. Ég setta með skjöld. Ég sett ekki bleiun á mig. Ég limti ekki bleiun. Nei, þú sett hann inn á mig. Já, hoppitu. Þú setti bleiu inn á þig, ekki? Þá varstu með bleiu í 100. sinn. Ég reyfst við þig í blöðkastinu, en henni ekki aftur. Ég var ekki með hana. Ég er líka búin að rífast við þig off-air þetta. Þú setur á þig bleiu. Ég sett hann ekki á mig. Sett hann ekki á mig? Nú, hvar var hún þá? Bara í hliðina þér? Nei, ég sett hana inn á nærbuxur. Akkurat. Þannig hún hildi við raskadörð, ekki? Nei, já, sko. Nei, ekki allt. Þú settir á þig bleið. Nei. Ég skil ekki á því. Það er rosalega. Já, þetta er svo astalegt. Ég setti skjöld. Ok, það er ekkert allir sem er að hlusta núna sem eru með blöðkastið. En eftir síðasta blöðkast og við Steindi vorum að rífast þetta off-air, sagði við Steindi bara, ok Steindi, ég nefndi ekki að rífast lengur við þig í blöðkastinu, en þú varst með bleið. Nei, ég var ekki með bleið. Ég limdi hann ekki á mig. Ég næs. Ef þú límir hann ekki á mig. Ef þú setur bleiðu yfir raskadöður, þá ertu með bleið. En þú festir hann ekki lím í draslið og þú veist ef ég set bleið á krakkan og ég gengi ekki sérstaklega frá henni, krakkin sem er bleið nákvæmlega. Nei, ekki. Er það þá bara með skjöld? Ég veit ekki með skjöld, sko. Þetta hljóma manly, sko. Ég veit ekki það, sko. Þeir líður betur að heyra á að vera með skjöld, þessu He-Man. En sko, nei, hvað heitir það? Captain America? En þú varst með bleið? Nei, það er ekki að segja með skjöld. Það er ég sett hann ekki á mig. En alltaf, það sem ef ég lendi í þessu blöðu,
ferði í hættupeysu, helst aðra yfir og svo tekur reynir að gera það þegar kósveitur. Já, ef þú ert með hita kósveitur, þá ferði helst 2 hættupeysur og joggingbuxur og bara kappklæði, sokkar yfir joggingbuxunar, tekur viski, fernet, eitthvað svona sem drepur sýkla. Fernet brakka? Já, eitthvað sem drepur, fer svo bara upp í rúm og yfir sængina og svitnar þessu út og þá tekur það basically 1:40 í staðin fyrir alltaf nóttina. Ég veit, þetta góð ráðlegging hjá Steindi? Því að fólk að hlusta núna sem veit. Það eru pottitt læknar að hlusta, þannig að það fínt að þeir kannski senda okkur eitthvað. Það er læknar að hlusta, kannski senda okkur enga skilum. Það er að raskatinn, var þetta góð ráðlegging? Þetta er akkur heldur að fólk fari í gufur eða fari út á skokk í sveitagólunum. En á ég segja reitt Steindi, það er alveg sama hversu veikur ég því og ég meini þetta. Ég myndi ekki setja mig bleiðu. Nei, en það gerði ég það ekki. Hver heldur myndi gera það? Ég held ángrín segir bara Steindi má ekki tala hún. Ég held ég myndi frekar skíti í mig heldur en að vera með bleiðu upp í rúmi. Það er enginn sem þetta bleiðu á mig sko. En það hefði ég getað sett þess vegna bara hangklæði eða þvotapóka. Ég setti bara skjöld. Þetta var bara auka leir. Annars erum við með rosalegan þátt í dag, kæru hlustendur. Þó ég segi sjálf, sko, karaoke-keppnin sem átti að vera síðasta fösta er í dag. Eyþór Ingi er búin að jafna sig á veikindum og hann keppir við Guðrún Árný hér á eftir. Þarna eru 2 kanónur. Já, þetta verður rosalegt. Spurningakeppni, gerist það náttúrulega á sínum stað? Hvað eru áttur að vinna með? King of þakklæti. Það var Thanksgiving í gæður og fólk svona fyrir hvað eru þið þakkláttir, það kemur ljós eftir. Ég held ekki King of þakklæti. Ég held ekki Ég aldrei með þetta á það sko. Ég ætlaði að gera líka. Já, sendaði bara að fara í bíó. Ég dróg Rikka G í klefa í dag af því að Black Friday og hann var að ringja og bjóða fólki veislustjórnuna á Black Friday afslætti sem var ræðislegt 20%. Gekk það vel hjá konginum? Nei, það gekk ekki alveg nóg vel hjá hann. Hann var byrjað að bjóða 85% afslátt og samt ekki. Það er Black Friday dýrt. Steindi vill þannig afslátt og bara í dag. Þekkið ekki er á sínu stað og fleiri fastir liðir. Þannig að eins og þið heyrið kærlega það verður létt yfir okkar félag. Það er ný veira, við ætlum ekki að ræða þessa veiru núna. Nei, við ætlum að hafa gaman í dag bara. Það er ekki máli. Mögulega þessi veira negla okkur beint á square one. Byrjur reitt en fuck it, let's have fun. Ég veit að Hjöppil hlustar alla föstudag. Nei, hann hlustar oftast á sunnudum og leiðinu upp á Akranes. Hjöppil út í bílu núna, þetta er fyrir þig, smá White Dick Energy. Þetta er Bubbi Mortens. Nauðsynlegt að skjóta þá hér í FN95 blöð og það er komið að slúðri. Erlendur slúðri er ekki orðið helviti langt sinni vorum íslensk slúður. Jú, og sko inbox er að fyllast hjá mér. Ég er að spá í hvort á ég ekki að vera með íslensk slúður næst. Fólk búið að skýta það? Já, nei, bara þú veist, það er bara COVID og þú veist, það er bara að dreytast inn sko. Já, ekki bara að vera skoður með hann. Jú, það ekki. Ég ætla að byrja slúðrið á Kanye West. Já. En við komum nú inn á það hérna. Hann heitir það ekki lengur. Kanye West? Hann heitir Jay. Jay? Breytta nafnum sinni Jay? Jay, bara Jay eitthvað. Hann er búin að breyta. Allavega, hér stendur Kanye West. Jay. Og hann var með stór orð. Hann reyfi í mikrofónin. Hann var að var með svona góðgerastarfsemi á Skid Row í LA daginn og þar sagði hann að Guð mun leiða hann og Kim Kardashian aftur saman. Yes. Já. Það er bara að sjá eftir ég að hann viðurkenndi hann að ekki verið góður eiginmaður og þegar að Guð leiður okkur aftur saman verða milljónir fjölskyldna fyrir áhrifum og innblæstri, sagði hann. Herru, það er Jay-Z geti græða þetta þeirra. Ef einhver getur að Jay-Z. Já, auðvitað, ef einhver getur eitthvað þá er Jay-Z. Það þekkir við þó Steinþór vitið ekki. Já, ég svo er að fara græða þetta. Sko, ef hann væri einn í stúdíónu þá myndi maður nú segja við hann byrjaði að reyna bara sjálfur, sko. Þú veist ekki alveg fara að beinta stóla og stóramannin, sko. En hann treystir á hann. Það stendur þetta, Kanye West officially changed his name í Jay. Hann heitir bara, ef hann fær post innum lúna frá bara orkuvitunni, þá er það bara Jay. Á öllum miðlum er hann ennþá kallað Kanye West. Ég ætla að kalla Usulon Usulon hann heitir það í dag. Maður getur að fara að breyta nafn fyrst að það má. Það er bara official, já þú mátt alveg breyta nafn. Hilarious. En sko, ég ætla að spyrja hvernig finnst ykkur eins og, veist, núna er hún að heita Pete Davidson.
sem grínasti í Saturday Night Live og mér finnst hann mjög fyndinn. Hvernig er fyrir hann að lesa svona fréttir? Bara svona, ok, kann ég ætla greinilega all-innar en ná hann aftur og segja guðmunni leiðið aftur saman? Hann í vesinni. Já, sérstaklega ef að Kanye með Jay-Z. Ég veit eitthvað fyrir Pete Davidson að hann ekki Kanye, sko. Hann ekki ég. Mjög skrítið. Hann í vesinni. Ég held að sé mjög erfið. Ég hugsa að Kim Kardashian sé mun hamingjusamari með Pete Davidson, bara einhverjum grínista sem er léttur á því, heldur en allt vesinni sem fylgir Ég held að þau eru líka svolítið tvo til sko, ég held að þau eru svolítið tvo til að byrja aftur saman. Þú veist, það er svolítið skrítið að vera eitthvað eitt út í hotni. Ég ætla bara að þrjá til. Það var Jay-Z líka. Já, það var Jay-Z þarf að vera með þessu líka. Þú veist, þá erum við að tala um alltaf okkar gamla Jay-Z. Já, við erum ekki að tala um rapparan. Ekki rapparan. Þessi að mynda af Pete Davidson með risa svona sóblett. Já, sóblett, er hann komin aftur? Já, það er komið aftur. Kim Kardashian setti sóblett á hann í vikunni. Bara þau voru á deiti og ég held að ég sé ekki ánað með þetta. Ekki nema að nota riksu. Hvernig er það ekki? Ok, sko, ég fíla bæði Kim Kardashian og Pete Davidson. En sóblettur, þú ert á 30-aldri. Þetta er fyrstu 3 mánuðinir. Nei, ekki einu sem fyrstu 3 mánuðinir. Þetta er meira að þú 13. Þá ert í sóblettum og öllu surugli, sko. Þú sért á 40-aldri. Já, sko, Kim Kardashian, ég komur og ég held. Ég styð það að sóbletturinn sé komin aftur. Ok, hvað langt sen að þú fekk sóblett? Sóblett? Það var náttúrulega í tísku þegar ég var bara úlingur, sko. Já, tískan hefur ekkert breyst, sko. Jó, hún hefur breyst, hún fyrir hringi. Ok, núna hendur það ekki sóblett. En svo þegar ég verið 9. bekk. Það verið gaman að sjá þið mæta þetta næsta föstudag með sóblett. Ég gæti alveg beðið bara konum að gera með sóblett. En svo voru náttúrulega einhverjir sem mættu með rosa stóra sóbletti og þá fóru menn að grunna riksu. Og það var svind. Það var alltaf astnalegt eitthvað með trefil inni. Já, menn voru að riksu á sér hálsinn til að mæta með sóblett. Muni ekki að því, eitthvað með trefil inni og var allir og vissur að vera sóblett. Já, en máli er að þú veist sóbletturinn er, ég myndi segja hann væri frekar saklaus bara, en hann máli vera. Já, mér finnst hann bara, ef þú ert úlingur þá er það gefið grænt að þú fullorðið manneskja og það er sorglegt. En akkur þú þá inn í stúdíónu hérna með trefil? En ég hef ekki sólblettinni á 14 ára, sko. Viltu meina blöð að Pete Davidson sé algjör meistari? Ég þekki hann ekki neitt. Nei, sko, mér finnst hann fyndinn. Ef þú til dæmis bara fer á YouTube og skrifar hann og skoða klippin með hann er mjög funny, sko. Já, ég fíla hann, sko. Þannig að ég er í vesinni. Alveg saman þú Jay-Z bakjan upp. Eftir allt þetta vesen, maður. Ég held að Kim Kardashian hefur bara gott að vera með einhverjum tiltölulega eðlilegum og skemmtilegum gauð, sko. Já, ég er að fá skell hana. Já, svo er það Jared Leto. Hvað sem að Leto mjög huggulegur, hann var í spjalli á Ellen DeGeneres í vikunni og var að svara það spurningum og þar kom meðal annars fram að hann borðar mjög oft nakin. Já, helviti sérstætt. Já, er það ekki? Það er gott því sem getum það. Þetta hef ég aldrei gert. Bara heima með pítsu á limnum. Ég ætla að vona sér einn. Þetta er ennþá aðstæðanlega að fólki í kringum hann, sko. Þetta finnst mér eitthvað og skrítið kombo að borða allsbers. Hefur þú borðað allsbers? Alveg bátið einhvern tíman þannig. Já, bara þunnur og eitthvað vatnar. Erstu ekki allavega í brók? Njó, ég myndi að segja það. Ég veit ekki eins og hvort ég hafi gert það. Þú ert ekkert á þriðjudegi klukkan 7 bara að geta humar á limnum. Nei, eru krakkar að reyma tilbúin pizza í kvöld. Ég ætla bara að vera á limnum. Það er mjög skrítið. Ég vona sér sko, en máli er að þú veist, ég er meira að hugsa kannski ef þú hefur verið bara með hangklæði utan að þér, sest í sófun og grípið 2 slæsur eða einhver pöntuð, sko. Þú meina að þú ert með skjöld að þér bara? Nei, já, þá er ég að tala um bara hangklæði. Já, utan að, bara ég er ekki að tala um að ég sé bara pizza í bleiðu. Nei, þú ert með smá skjöldi. Já, en ég er að tala um bara, þú veist, eða ég hugsa allt í nú líka svona að maður er upp í rúmi. Nei, ég hef ekki. Sefur þú á penisnum það? Nei, ég gerði þetta ekki, segðu stöðbúsum. Ég get staðfest að ég hef aldrei borðað nakin. Með þetta helviti sérstætt, sko. Jú, kannski. Ég held að ég hafi aldrei borðað. Já, það er þess að drullastu bara í buksur og hann fyrir að geta. Akkur ferði ekki heim og síður ísu og kartöflur á tippinu blöð, þú er gott að. Kannski skoði það eftir. Það er ekki lægi með hennan. Svo er ísu til að bjarga lífið mínu. Svo er lokaslúðrið. Þetta er svo ómerkilegt slúðrið. Nick Jonas og Jonas bræðrunum og leikunan Priyanka Chopra eru kannski að skilja, en hún vill meina þessu ekki að skilja og postaði einhverju falleg skilaboð á Instagram með hans. Hvaða fólk Þetta er eitthvað slakast í móli sem blöðan hefur með. Hvað sagði þér? Brandon Það verði ekki mikið slakar. En fyrstu 2 voru það góðir að þú bakkar þetta upp. Ef þú vilt tala um eitthvað sem er slakt, ef þú vilt sjá eitthvað slakast að rósta allar tíma, horfðu þá á róstið á The Jonas Brothers á Netflix.
Viðbjóður. Já, ég gæti ekki klárað það. Fyrsta innslæðum þá hann þeir voru að rífast Fight Club og eitthvað. Það bara dó eitthvað inni mér. Þetta er að hallarastlega sem ég sé. Já, ég elskar roast. Já, Comedy Central roast komið á Netflix. Þetta ekki Comedy Central nefnilega. Þetta eitthvað Family Jonas Brothers roast og þetta að leiðilegasta sem ég hort á. Viðbjóður. Ég veit alveg að það einhver að fara að senda mér núna einhverju Jonas Brothers átdándur. Ég fæ þetta alltaf þegar ég rakka niður eitthvað svona sko. En sko, máli er að Comedy Central roast. Þau eru geggjuð. Já, þess að stiltum við konan inn í gefi saman bara það verið að roasta Jonas Brothers. Ok, kíkjum á það. Viðbjóður. En máli er að og máli er að þetta er líka svolítið vel gert sko, því að þetta hefur oft svona verið planið að gera þetta á Íslandi. Ég hitt oft einhverja gæja sem ætlaði að vera að fara að plana roast. Já, ég var nú beðin að vera sá sem er í roastast. Ef Steinþór er roastaður, það er með næst náungerindar sko. Já, það var einhver sem baði mig að vera með roast. Já, myndi ekki lappin í bleiu. Það er roastaður ínkoma, þú myndi lappa mæknum í einhverjum á bleiu. Ef þetta gera roast á Íslandi, það þyrst að vera þannig að þetta er alltaf til góðgerðamála. Þannig að þyrst að vera ógeðslega dýrt inn af því að fyrir alltaf til góðgerðamála. Já, þetta eru bara borð. Þetta er allt mjög fínt, þetta er bara í hörpu. Það er ekki með borð sko. Jú, það setja fyrir borð. Roasta money sim. Nei, það er ekki, það væri gaman. Já, það væri gaman. Það væri létt líka. Þetta þyrsti samt að vera bara svona eins og Bubbi. Þú veist, einhver svona einhver alvöru kanóna. Eða manni sem líka. Já, við skulum fara betur við róstum. Við skuldum auðlýsingar. Og hér eftir smástund er karaoke, þekkið ekki, klefi og fleira. Fokka á þig, fokka á hlið. Það er svo einhver í stúdíunum að við saman innan texta. Annars við ég gaf þeim smá tips. Hittist í karaoke hérna Eyþór Ingi og Guðrún Árni á leiðinni. En við ætlum að hins vegar að fara í svona einn nýjasta lið okkar hér í F95 Blö. Og hann heitir Þekkið ekki. Það er konin Kósi tónaritt undir. GTRN og Jón Jónsson, okkar besta fólk. Ég er alltaf ekki ennþá komið leið á þessu lagi, þannig að það er jákvætt. Hvor ekki vil fara fram á undan? Fellow Mósvellingur, GTRN. Já, hún er geggju. Við vorum skemmt daginn þar sem hún var. Vákám, syngur vel maður. Já, hún er geggju. Sko, Egil Þóraður, ég er bara, mér er sama. Egil, farðu bara undan fram núna. Þú ert oftast einna eftir að fara fram að fá mér einn jólabjór og slaka þess á. Já, þú ert ekki að segja hvað það er að gera, bara drulla það fram. Já, gerir bara svona vilt. Herðu, þá er trúðurinn farin framann. Við erum bara tveir hérna í Kósi við Steindi. Já, það er Kósi núna. Ég er ekki verið alltaf langt en við gerðum eitthvað tveir. Jó, við þurfum að gera það. Við erum ekki að fara að skýta eitthvað eins á okkur. Já, bara fara í bíó líka. Já, eða sittast einhver staðar og fá okkur rauðin. Já. Herðu, 4 spurningar svo alltaf og þær eru bara nokkuð þægilega þetta. Já. Ertu ready? Já. Fyrsta spurning, hvað gerir þig óöruggan? Sko, mér bregður mjög auðvitað. Ég ætla að segja að spila töluleiki. Ég er mjög óörugur því að spila töluleiki. Aha, ég held að vera inn í comfort zone þar. Nei, ég er mjög tense. Og ég er mjög óörugur. Ég er bara inn í miðri stríði og þórið alla inn í hús. Töluleikir gerir þig óöruggan. Og ég er eiginlega bara hangandi inn í runna sko. Já, Ok, skrítið svar. En það er það sem gerir mig svona fyrst sem gerir mig alltaf óöruggan. Ok, en þá fyrir við tökum hinn pólinn, hvar líður þið best? Heima hjá mér. Heima hjá? Já, ég er mjög heimakær. Ég vil bara ekki, ég vil helst ekki vera að fara út sko. Eða þú veist, skilur eins og helgar og svona. Þá alveg Þetta er, ég verða að kalla hrossaskýta það að þú vilir ekki fara út. Nei, þá er ég ekki að tala út að borða, það var gaman. Ég er að tala skilur svona fara út, þú veist, í kringluna, fara á ferðina. Ég vil bara vera heima. Já. Mér stýtt alveg hræðilegt. Hvað er það leiðilegsta sem þú gerir? Þurrka mér eftir sturtu. Hæ? Að þurrka mér eftir sturtu. Er það leiðilegsta sem þú gerir? Já. Að þurrka þér? Já. Það er eitthvað rugglaður það? Nei, hvað hverju? Af hverju? Mér finnst það leiðilegast. Þú ert ekki það mikil stór maður, það tekur þig, hvað, 30 sekundur? 1.78. Já. Já, ég er bara, þú veist, vákátt með skýttinsverðinu. Og yfirleitt í rauninni þurrkaði mér eins og hundur. Ég þurrka mér eiginlega ekki. Ég bara set hangla utan á mig og svo fer ég á stjá og það er alltaf allir pirraðar út í mig út af því og skóra alltaf út og svona. Ok. Svo er það síðasta, hvaða stað myndur þú aldrei vilja búa á? Atlantic City. Og fljótt svarað. Já, fljótt svaraði. Hvað hefur þú á móti AC? Nei, ég hef ekkert á móti AC. Það er bara gott fyrir Ronju og Matildi að ala starfu. Alls ekki, það er hræðilegt. Ég minnst alltaf að kíkja ánga og koma við og þú veist, það er Gætur þú aldrei hugsað að búa þar? Nei, ég bara gæti það ekki. Gætið þú það?
Ég veit Þú verður reynskilin, þú gætir ekki búið Mér er bara svo gaman í Bandaríkjunum Ef með góða vinnu, þá get ég alveg hugsað Allt annað að búið í Bandaríkjunum að búið í Atlantic City Það er bara, það er ekki sama dæmi sko. Þetta er samt ekki nógu gott Ég var að byggja Icelandair að gera tilboð til Atlantic City í byrjun þáttar Svo tölum við svo illa þetta Akkur ætti það að gera það Mér finnst nú alveg bara mjög heiðalegt að þeim að fljúa okkur til Atlantic City Þetta er gott fyrir eina helgi Já, ég meina það er ekki bara stemning Herðu, hendu agliðin Þetta var þægilegt bara Það ekki? Jú, bara mjög þægilegt Skrítin svör hjá þér en þægilegt Já, leiðilegt að hún gera Þurrkar eftir sturtu, hvað kæft er þetta Hvað var það maður að býða í röð Herðu, Egill að koma inn Og Steindu það snöggur í dag? Já, hún fannst þetta þægilegt þann Það er ekkert eitthvað svona Óttir erfiðar eitthvað Ekkert klústiðan eitt sko Erst þú tilbúin? Semi Já, mér finnst þetta erfitt dagskáliður En jú, ég bara ljúkum mig sáð En hvernig ert það svona? Ég er bara ekki verið betri held ég Nei, þið líður vel Bara eins og nýr, þannig séð sko Já, það er gott að Þú sjá ekki þróttarmerki lengur Nei, það er nýða myrkur úti En það er klukkan að verða 5 Það er náttúrulega alveg 16:40, þannig að það er aðeins að sé niður dimmt Fyrsta spurning Hvað gerir þið óöruggan? Vartu nú hreinskilin? Óöruggan Bara svona í lífinu eða einhverjum ákveðnum aðstæðum Já, bara aðstæður eða í lífinu, já Sko, ég myndi segja Mjög sexy Svona hávaksnir kaffibrúnir gæjar Með svona þykkt svart hár sem heita Bablo Eða eitthvað, svona svoleiðis gæja Hvað verður óörugur í kringu það? Já, hálfið þér í pingulítill sko Ok, bara í kringum gæja Í kringum aðra myndalega menn Nei, staðulega gæja sem er svona Ég veit ekki, 205 Hár svona niður á axlir Og alveg kaffibrút Hvað hefur þið lent Og oft hann í því? heitir Bablo Já, hvað hefur þið lent oft í því? Þá er ég pingulítill Nei, þú hefur kannski lent í einu sinni lífinu Kottum eitthvað alveg svar Nei, veit ekki hvað ég á við, þú veist Ok, þannig að þá ætlum ég að skrifa bara í kringum myndalega kallmenn Já, samt ekki, sko Ok, í kringum hávaksna kallmenn Ég er ekki bara að skrifa í kringum Pablo Mér líður alveg mjög vel hérna á Rúrik, sko Mér líður, þó að hann sé ekki eðlilega sexy Þú veist, hann gerir mig ekki óöruggan, sko Hann er frábær, en Ok, bara þá er svona sexy latínó gæjar með þykkt dögt hár Ok Gáði steinda vel að giska það Já, en byrju, ertu að hugsa það þannig? Nei, þetta var bara hreinskilsvar Ok hvað var lengi að skrifa þetta? Já En það er eiginlega að segja Bablo til að það fá punkt Nei, bara tek ég ekki Ég ætla ekki svona að skrifa það sjálfur Þá er það næsta Hvað líður þér best? Hvað líður mér best? Já Ég myndi halda hreinskilsvar Sko nokkuð stæðar sem komið til greina Ég myndi segja að mér líður vel í sófanum Mjög vel Ég er svo nýri í sófanum Mér líður vel í geiminu líka Veist, ég er búin að vera þar mest alltaf æfi minna sem ég vinn alltaf 15 tíma á dag í geimi og í klippingu Ég myndi segja að þetta er svona líður þér best? Jesus Christ Ég var í klippingu morgun Já, til að mikið með Rópa Já, frábært til okkur Rópa Kontu bara með svar Mér leiði ekkert eðlilega vel Já, ok, hvort er það sófinn eða gimmi? Sko Sófinn Þá er það hvað er það leiðilegasta sem hann gerir? Það leiðilegasta sem ég geri Bara virkar einföld spurning sem bara heldur flókin Ég myndi segja að vera fastur í umferð er ekkert eðlilega fokkinleðilegt og ég er bara aftastur í mjög langri röð Ef ég er aftastur í röð og ég sé hann alveg vel löng það gerir mig geðveikt eins og maður á flugvelli og svona Já, bara alveg vel út aftastur og svo sér hvað hann hreyfist hægt Það er aftastur í röð, ok Það er gott svar Þá er það síðasta Á hvaða stað myndir aldrei vilja búa á? Við öllum stöðum í heiminum Já Ég get bara að tala upp um staði sem ég farið á Ég farið hefðum allt Ég myndi segja að ég myndi aldrei búa á Atlantic City Það er í síðasti staðurinn held ég farið víða Það er mesta hellhole sem ég hef komið í Þannig að og það er hreinskilið svar Já, þá þarfum við ekkert að greiða hann Steindi
Kemur Steindi Nú ætla ég að vinna þess ekki Já, hvernig væri það? Ég ætla að vinna Manstu, þetta. það er búið að skamma þetta er ekki verið að Ég er löngu hættur að Nú er ég hreinskilin alltaf Ekki verið að klán Það er búið Jæja. Herðu, Steindi Já, Ég spurði, já, ég er að setja hérna það var stemning frammi Stiga, já, það er alltaf partíðan á Það er föstum einhver sem ammali Já, fólk er að hella í sig frammi Það er Einhver einhver sem sem ammali Veist ekki ykkur ammali? Nei, hver Okkar ammali? maður Bjöggi sem er pródusent á stóra sviðinu Ha? Loka þáttur í kvöld Björgvin Harðarsson, Já. á hann ammali? Hann á ammali í dag Þegiðu Ég fíla svona fyrirtæki svenna frammi Þú labba fram og það er alltaf að hella í sig Já. Bara fólk Ég er svo- ég er ekki Fólk á er með Facebook. headphone að svara að leysa ykkur vandamál ykkur fólki og það er að hella í sig Ég er fyrir fyrirmyndir En þetta er gallinn eins og núna Ég er aldrei á Facebook Nei. Hvernig ætti ég að vita þetta? Já, bara að þú væri einn í vinnun eins og við hinn þá myndur þú kannski fatta það Ég er búin að vera með þér allan dag Nei, þú varst komin inn í háti Ég mættur þetta 9 sko Lúksusvinnu ég ætla- Steindi rennu bara hérna á kakkaninn sín og klukkan svona Björki. hálf eitt Er það grínast Björgvin Harðarsson, innilega til hamingjum í daginn og þú ert okkar besti maður Hann er- Hamingju, Björgvin. Björki, ég þarf ekki að segja þetta við Já. Ég gerði það bara í persónu hann í morgun Já, ég ætla að hitta, ég ætla að keira heim til hans vættir og málið er að hann er einn besti pródusent landsins og hann próduseraði stóra sviði sér og loka þáttur í kvöld Hvað ertu að gera fyrir hátíð? Ég ætla að klára þetta lið hérna, Hvað ertu að gera fyrir Steindi, hátíð? hættu Ég er að skrifa með Já, fólki ok Steindi, Já. ég spurði þig hvað gerir Egil óöruggan Það sem gerir hann óörgan er að sko ég ætla að segja fundir, hann hatar fundi hann nennir ekki að fara á fundi Óöruggur á fundum Já, ekki, þú veist, Ég er þetta er ekkert eðla gott Já, svar hann bara- hann sko. fór- Ég hann aldrei að fara á fund. Ég hata fundi það er ekkert leið, sko, hann nennir Ég hef ekki- aldrei farið á fund sem kom eitthvað gott út úr Ef það eru einhverju fundi tengdi til þess blökastun öðru þá segir Egil alltaf bara, herru, tæklið þið þetta ekki Já, sko, Hún heldur hessand alltaf að geta bara ef ég sendi á Egil hérna komið, ég er bara að bóka hérna fund hérna, Egil segir, fund? Akkur fund? Getum við ekki bara rætt þetta hér? Ég bara, hittust bara, klárum þetta Nei, Þú ert reyndar akkurat öfugt, þú ert funda óður, Steinþór já, mér veist, sko Þú elskar góðan fund ég er maður sem, ég tek símtöl og Við borðum við báðan saman Vil hitta þrír. fólk. Hvað sagði Steindu ofta þegar maður taka fund út að ég ætla ekki að segja út af hverju? Einu gæði þessi ringin í mig stendi Það ringir enginn í mig lengur Ef síminn titrar og ég heyrðu hvað er að ringi í mig Já. Og setur stendi tjóla símannum sko Þá er hann að beðja hann eitthvað góðan fund Það er einu gæði þessi ringi símtöl Já. og vilt fara á fund Málega, ég ringi símtöl heima hjá mér á kvöldin og talaði við fólk og ég bóka fundi Ég er ekki Einu skipti sem ég talaði í síman, það mér finnst það líka svo pirrandi. Ef ég er í bílnum, Já. þá elska ég að tala í Það síman. er að drepa tíman Já, þá ringi ég fólk, en svo er svo pirrandi, ef það svarar ekki, svo ertu komin heimtíðin í kósi, ég ert kannski með nennir ekki krakkan að taka- eitthvað, og þá verður að ringi þið aftur, ég bara, Það gengur Nei, ekki veistu sko hvað átt að gera? Ég er fann að gera það Ég er fann að segja bara, blessaður Herru, ég var bara að keira og þetta var ekkert merkildi Ég er bara, ég er komin heim Já, já. Nenni ekki að tala síma En ég er að reyna að Það er sína allt í þessu þú veist, Ég veit að Steinþór elskar ekkert meiri fundi En ég er að sína þessu skilning og að taka fundi af og til En ég get ekki mátt á alla sem Nei, nei, biður ég sko, sammála, þá var ég nenni ekki heldur. Þá var ég að funda alla daga Sko, það var ekki fundir sem að gera Egil óöruggan, það eru sexy latínó gæjar með rosalega þykkt hár. Herru, maður Það spyrja gerir hann óöruggan. Þegar ég lappaði þetta þá voru þið miðju samtali að hann ætla að taka svo alvarlega og reyna að vinna Já, ég held að hann sé það öruglega hugsa bara sögunu sín, sko. Já, því að þetta er ekki alveg leiðin, sko Egil, ég spurði Steinda hvar líður þið best. Nei, herðu, hvað gerir Steinda óöruggan, Já. sorry. Vá. Hvað gerir Steind og óöruggan? Já. Þetta veist mér ógeðslega erfitt Ógeðslega erfitt Óöruggan Og mér fannst þetta heldur ekki þægilegt Ég að ætla að svara segja fyrir. eiginlega engin staða sem gerir það mjög óöruggan Jú, kannski einhver sexi gæla meira en eina stellingu, kannski Nei, en segðu eitthvað sem heldur hann að svara. Ég er að hugsa upp á Helvítis. Sexy gæla, maðurinn er hard giftur með 2 börn. Ó, ég það veit er enda það. sexy gæla. Já, ég Ég veit veit það er farið. En þú veist máli er En sko, ég er ekki að aðra leiður stellingu, hann- Nei, ég er bara til að þú Já. Nei, Komdu með eitthvað. Nei, hún er líður best í einni Já, komdu með eitthvað Það sé alvöru svar. að það er ekki að vera rotation system Hún veist ekki að hann fíla það ekki Hvað með eitthvað alvöru svar? Hvað heldur hann að sagt? Það er það, Ég veit þetta var ekki, svarið allir sem svo verið í bleiu Nei. Nei, það gerir mér bara ekkert óöruggan að vera í bleið Gerir þið óöruggan að tala um það? Nei, Hvað var hann með? Var í náltíða? Nei, að spila tölvuleiki gerir hann óöruggan. Það er þetta hræðilegt svar. Þeir líður best Steindi, in ég the akkurat þeir sama og ég sagði. Þeir líður best þegar hún er að segja konun og börnum er í land sem farið í LAN-herbyggi mitt læsir, setur það headphone-in og setur sveittur og Það er reytur við sammála og spila allir. tölvuleik ég læsi Þannig að ekki mér svarið En hans málið er Egil að- sagði eitthvað Þetta verður er þitt. best að kjáfta þessi Nei, 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 þetta er alveg Þeir alveg- líður best þarna Þetta er Enter the alveg- World Þessu Nei. Sverri Bergman líður best en
end of the world. Þetta hár rétt hjá þér, því að maður sónar actually út og maður næra kvílast ef maður bara fer með headphone-in leggin. Já, það getur ekki órugan. Ég svo tens í leik. Er þetta átt slakur? Nei, það með bræður, þú veist, ég er svo tens ef ég fer inn í eitthvað hús og ég er með hálfstilt og já, ég þarf að fara í næsta lið. Hvar líður best? Ég spurði Steinda hvað líður best, Egill. Hvað líður Steinda best? Já. Sko, í rauninni er ég að vera að pikka upp að svo við vorum. Ég hefði svarað á bumbunni á nærbuksunum inn í landherbygginu með headphone-in búin að reka við og ert að spila töluleiki og ég ætla að fá að stoppa þig áður að fara að tellja mig eitthvað meira. Jó, þetta er rétt hjá heima er rétt svar. Viltu ekki að tellja mig eitthvað meira? Nei, það þarf ekki að tellja mig meira. Þetta er bara komið. Var ég með þetta rétt? Já, ekki pún. Hann stopp til hamingju. Hann vildi ekki þetta. Nei, þú fest. Ok, þannig er rétt svar. Þú á bumbunni inn í landherbyggju búin að reka við og eitthvað hafa á gósi. Nei, ég segi það ekki alveg. En það sagði ég heima hjá mér og það er nóg. 1-0. Hvað líður Agli best, Steindi? Ég ætla að segja á Tenerife. Sér, það er gott svar, ég má gleyma því. Þetta var ekki lokasvar. Nei, heimskur er ég á gæstalega svari. Ég ætla var ekki lokasvar. Nei, þetta getur rétt. Ég ætla að segja Tenerife, en svarið hans er, hann vaknar áður en allir aðri vakna á heimilinu. Hann er búinn að setja handklæðin undir á hurðirnar. Hljóðið berst mikið heima. Já, þú veist, hann er búinn að dempa hljóðið með handklæðum, er komin í kaffivélina fyrir fram á tölvuna og þetta er bara svona hans tími. 2 tímar hans tími. Nei, hún er líður best í sófanum. Ég get ekki gefið rétt. Það ég reyndar í sófanum. Ég ger þetta í sófanum, ég er að meila í sófanum sko hana kl. 6. Þetta er geðveitt svar hjá það, þú þekkir mig betur en ég sjálfur. Já, ég... Mér líður best þarna. Já, ég veit ekki Deila punktur. Egil, hvað er það leiðilegasta sem að Steindi gerir? Þetta er þú ert að vinna bæði og þú ert einn og leiður. Sko, ég get lokað þessum punkt núna. Já. Ég veit alveg sko, ok, má ég hugsa upp átt? Nei, ég er ekki, þetta er ekki upptalning sko. Það má ekki Nei, ég bara hugsa, ok, þið veist leiðilt að vera ræktina. Þið veist leiðilt að borða að holla mat. Þið veist leiðilt að vera standard og skemmtistað. Þið veist leiðilt að vera í venjulegur sundlaug. Hvað fyrir venjulegur sundlaug? Já, þú veist það sem er enga flöskur. Nei, mér veist eiginlega bara sundlaug. Það er ekki sem skemmtilega í höfu bara. Er ég heitur? Ef þú gefur mér hana... Nei, þú ert ekki heitur. Er ég ekki heitur? Ekki með því svarið hans. Samt ekki alveg volkur í lokin sko. Hvað er að leiðilegasta sem Steindi gerir? Þetta er svo skrítið svar, ég held að hún náður því. Nei, ef ég ekki nált í hérna hvað, er þetta ekki? Hann sagði að skipta stellingu. Er það ekki að skipta stellingu? Nei, ég erstu eitthvað rugglaður. Það sagði það ekki. Nei, ekki hjálpaður í þessum. Ég hef sagt það. Leiðilegasta sem hann gerir er að þurrka sig eftir sturtu. Ég var helviti nálægt. Þú sagði þetta sko ræktina. Ég get ekki gefið rétt fyrir þetta. Það er einhver hálfa mynd að þurrka. Nákvæmlega saman og ég sagði við hann. Ég sagði með þessa hálfa mínútu. Mista leiðast ég gerir sko. Fáránlegt. Ég fer oft bara að þurrka þér eftir sturk. Ég fer bara oft stundum bara út á svalir. Steindi, þú þarf punkt. Greið nákvæmlega. Nei, þú veist ég er með handklæði. Ég lappa íbúðuna. Leiðast sem hann gerir er að sko, hann er þreyttur á veirunni og hann er þreyttur að vera á Íslandi basically yfir höfu og þú veist erfitt að vera þunnur. Ég ætla núna að nota tækifæri sem ég sagði á hann að það er að fara á fund. Nei, það leiðilegasta sem hann gerir er að vera aftastur í röð sem er mjög gott svar. Mjög löng leiðileg röð. Ég hugsaði röð. Ég held að segja leiðilegasta sem ég gerir. Ég hugsaði röð en svo hugsaði ég en hann er ekkert í röð. Nei, ég veit ekki maður sem býður ekkert í röð. En hann frá flugvöllana. En þegar ég komin í aðstöðar sem er löng röð og ég nenni ekki helst að tróða mig fremst í röð og vera en asshole, þannig ég fer aftast, en þú veist, það er ekkert eðlilega leiðilegt. Ég veit hvað, ég held að vera í langri röð vera leiðilegast sem ég gerir. Ég veit hvað er leiðilegast sem ég gerir. Klæða krakki föt sem nennir ekki að fara í föt. Þreytt, sko. Sem ég lendi á hverjum degi. Svo er það síðasta, á hvað stað myndi Steindi aldrei vilja búa á, Egill? Hvað er ekki internettenging? Þú veist, sko, það er hann út allar heim. 2001. Maður er bara með 4G. Er það ekki bara ég myndi halda að vera rugla bara á svona svipar blasi og ég sé alltaf í kriti. Það er bara hár rétt. Vittu það ekki? Og þeir tala svipar blasi og hann þá þegar ég segi alltaf í kriti. Vittu það ekki? En það var 2-1 fyrir mér. Vann ég fyrsta skiptið? Ég trúi því. Hann sagðist að það vanda sig og vinna.
fólk tók mig á teppið, sagði, hefur þið farið að vanda þessari keppni? Það nokkuð sem ég gerði það. Veit þið hvað, ég ekki eins og fullið því. Mér finnst bara ágætt að þessi komin hérna að fara að vanda sig. En það einhver ný regla að steinda, Egil. Þú mátt ekki hugsa upp á því sem dagsölu. Nei, mér finnst það lélegt. Svarið var komið. Þannig kemst ég ofta réttu svari. Svarið var komið. Auglýsingar og svo förum við í karaokekeppni því að Eyþór og Guðrún Árný eru mætt. Held ég þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það eru komnar 2 kannonur hinga í stúdíóið. Alvöru söngfuglar, verið velkomin Guðrún Árný og Eyþór Ingi. Hæ. Þetta keppni sem átt að vera í síðustu viku. Já, það var komið upp veikindi. Hann þurfti viku í æfi sig. Ég þurfti viku til að æfa mig. Ertu búin að vera í stífum æfingu? Ég er búin að vera í stífum æfingu og ég þurfti líka að ákveða hvað ég ætla að syngja sko. Það þarf að vera almennilegt sko. Þú ert valla búin ákveða núna? Eiginlega ekki sko. Nei, þú ert að hugsa þetta ennþá? Ég er aðeins að hugsa þetta sko. Já, ég fíla. En svo annarkvort taka grínið alla leið sko. Ok. Og hress. Já. Og þá skiptir einhver máli hvernig það fer. Eða taka einhver svona bombu sko. Já, erum við ekki Bæði eru bombur Við sko. vótum fyrir bombuna sko. Ég er boba megin sko. En sko bara eins og þér líður best með að gera. Þetta er það sangjant hjá okkur að þetta var ekki síðustu viku. Þá var þess að var frestað. Það var ekkert fundið nýr keppandi neitt sko. Nei, mitt Það er þannig virkar þetta nefnilega. Og sko, svo ég hrósi nú og gestónum okkar einn í dag að ég er nýbúin að vera í kringum ykkur bæði það sem er skemmta. Eyþór Ingi kom í brúðkaupi á systur minni. Og sko það vita allir út góðu söngvari Eyþór, stórkostlegur. En djöfull ertu fyndin maður. Já, ég þakkaði fyrir það. Já, það var bara salur láð. Ég án gríns, það bara, ég er ekki að það komið fólki óvart, en svona jú pínu, því að þú ert nú gefið út fyrir að vera söngvari en ekki grínisti. Já, mitt, bara gaman að heyra. Og svo vorum við með Guðrúni í Stapanum, eða hvað heitir þetta núna? Hljómahöllinni. Já, vís. Vorum það saman öll. Já, við vorum þar. Það sem hún fór á kostum. Já, þannig að þetta er sko, þetta verður rosaleg keppni og bara svona til að gefa ykkur smá svona ríka bá þetta, þú veist, þá er Jón og Frikki búin að keppa. Já. Sverri Bergmann og Valdimar. Sverri Bergmann og Valdimar, þetta eru svona nöfn. Elísabet Olsleif og Svala Björgvins. Já, það var rosaleg keppni. Og Guð, hérna, GTRN og Bríett eru í næstu viku. Þetta eru alvöru keppnir. Já, sko, ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða. Nei, hvað ætlar Eyþór að gera? Er hann bara ákveða? Ég veit það ekki. Nei, þú veist, ertu að hugsa að fara í hvaða lög voru þetta sem komið til greina? Ég verði bara að láta vaða á eitthvað lag og ég syng það. Ok, ég er með hugmynd. Ég vonaðist til þess að þú myndir taka lag sem ég hef heyrt í flytja sem er algjörlega klikkað og enginn leggur í. Ok, ég stressast upp þegar það segja þetta. Já, það er hérna She's Gone með Steelheart. Já. Það er eitt af mínum sko. Jesus Christ. Já, ég syng þetta ekki nema sko standandi og kveflaus og eitthvað svona. Þið megið standa bæði hérna. Það verður, við ætlum að syngja þannig að við verðum að standa. Og svo hérna sko Guðrún Árný, hún er alvöru professional. Hún kom hérna með Mike Messer sem að þau syngja í þannig. Með rífarbolt, þetta er alltaf verið flottar og flottar. Þetta þarf að vera almennilegt. Sko, ég kom með reglu upp á að velja hvor ykkar byrjar. Það er, ég set miða hérna í aðra höndina. Og Guðrún, þú mátt velja, ef þú færð miðan þá byrjaru, annars byrjar Eyþór. Ok, viltu hægri eða vinstri? Hægri. Á byrjar Eyþór. Oh my god. Ég er að hækka hérna, nú heyri í mér. Nú heyri þú Þú ert að koma hinga. Þú ert að fara yfir. Já, við syngjum hinn með. En byrjuðu, var þetta bóðana? Já. Farði ekki langt, ég er rétt og þessi æsispennandi keppni. Það er þetta lélegt. Nei, þetta var mjög gott. Þetta var alveg frábært. Já, bara Eyþór ámáttu koma hérna yfir og ég átti að stilla lagið, það veit ég alveg hvað lagið er að fara að setja. Og sko, þá fyrir ég að stilla þetta upp. Sko, svo eru þessi hérna 2 takkar. Hérna stjórnaru þetta er lagið og hérna stjórnaru mækniðinum. Þannig byrja bara að hafa það svona, þannig að ef þú vilt lækka mækin eða hækka í laginu, það kennst ekki herri en þetta hérna svo sem, að þá er þessi 2 hérna. Ok. Var þetta flott maður. Herru, ég var með gæsa. Þetta var það er bara þannig, þetta var stórlað. Hvað er að gerast þetta? Heru, ég er alltaf einu mjög slöpp. Ég finna eitthvað hérna, Þú ert komið flensuna sem hafa með. Þú er flensuna sem ég var með síðast. Já, ég er ánægður og hefur tekið bombuna sem allar að gera. Þú varst að meta, þú veist að fara jafnvel í ykkur önnu lög eða eitthvað. Þetta, Guðrún, þetta var þín hugmynd, þetta var geggjalag. Þetta er allt Guðrún að kenna sko. Tjöfull, lærstu góður að síðan. Ég held að það er keppnisskap í Guðrún sko. Hún vildi að sko, hún vissi að ég var slappur í síðustu viku og hvað ég slátt að mig hafa eitt svona. Eða kannski var hún playing tricks on you, vitandi að þú varst búin að vera slappur
Red Bull að láta það hafa lag sem myndi reyna svona rosalega röddina? Ég að segja það, ég held að það sé máli Hún veit alveg hann ekki Nú er ég ekkert að grínast, ég verð bara móður að geta bara hálfan bland í póka eða eitthvað. Hvernig ertu eftir svona? Þú veist, hvernig ertu núna? Bara allt í lagi sko, núna allan ég orðinn heitur En gætur farið bara, veist, eins og Nú get ég sungið eitthvað Mér finnst þetta svo góð spurning að stenda. Ég vart að hugsa þetta með svona bönd eins og frá því 80 sem voru að fara svona upp á háu tónuna. Gátu þið gert þetta bara kvöld eftir kvöld? Hvernig virka verður maður ekki þreyttur líkamlega? Jú, ég held að menn hafi nú svindlað í gamla daga sko. Þú veist, alveg tekið, þú veist ekki alltaf alveg hæstu nóturnar og spara kannski einhverja nótur fyrir eina rosaháa og svona sko. En svo er þetta líka bara rosalega misjátt. Ég verð þreytt á því að tala í partíi en ekki að syngja. Okay. Það verður rosalega eftir fólk sem verður með mér í partíi ef ég var með það sama. Kannski verður bara að tala eins og syngur. Ég er farin að gera það stundum ef það er mikið læti, það er bara eigum að fara hérna fram. Ég er bara eitthvað svona þess og svona sker yfir og ég hlífi mér ef ég tala svona. Hvernig er það þið takkið, þú veist, ég veit að þið kunni alveg að beita röddinni, eðlilega, þið eru söngvarar og með þeim bestu, en hvernig eftir svona gig, þú veist, ef þið takkið svona gig eins og þú Gunnur, þú veist, þú hefur tekið heilu gigin og heilu kvöldin, skilur þú, hvernig ertu daginn eftir? Þú veist, ertu ekki að drepast í hálsunum, ertu bara góð? Ég er bara fín, ef ég sef vel, ég held að til rosalega mikið líkamleg þreita sem að veldur allir þessi hálftíma stopp í partí þá ertu búinn. Já, ef ég tala í háaða er ég bara átt. Ég er meira svona bara, ég nota bara tákmál og listu sem bara kinka kollu En sko, þú voru ekki bara að tala tákmál núna því að það er komið að þér og sko, þú varst búin að senda mér lagið og ég er ótrúlega ánægð með þetta því ég er mikill X-Factor nörd og idolið og allt þetta, ég sé þetta allt saman. Þú ætlar að taka Halleluja eins og Alexandra Burke tóka sem að vann X-Factor í Bretlandi. En svo ætla ég að reyna að vera með eitthvað glóriur í lokin eins og þú veist, sérstaklega meða við þennan flutning hjá Eyþóri, ég þarf að gera eitthvað að viti. Sko, það er ekkert sem að við fýlum meira einn F9 blöðan þegar það komið keppniskap í keppnir í okkur, kóttu bara einn yfir og gerðu allt ready. Að finna hérna lagið. Þið góð maður? Þessi karaoke keppni. Þetta ég vorkinu hlustendur núna, það er bara þannig. Þetta sem betur fer ekki okkar höndum. Við sleppum algjörlega við þetta. Já, ég ætla bara að gera eins og ég hef gert í öllum keppnum. Ég ætla að kjósa bæði á símanum mínum og í tölvu og gefa þeim báðum atkvæðin. Það er ekki annað hægt. Þetta var stórkostlegt. Ég fór eiginlega bara í jólafíling á þínu. Heyrðu, þetta er það, já. Ég fæ að heyra þetta. Já, ég lakaði bara til jóla. Það er svo jólalegt. Krista eina Klementínu og fá með piparköku og mjölkuglas. Langaði sko að Strengjana bara úr berginu. Já, þægilegt að Eyþór byrjaði því. Mér langaði þetta eftir í það þegar hann var. Svo svona róaðist ég allir niður og langaði núna bara að halda góð jól. En nú fyrir fólk bara inn á vísir.is og kýs. Það verður erfitt fyrir ykkur. Eyþór og Guðrún, bara takk hella. Þetta er bara svo skemmtilegt. Já, það er enginn sem að tapar í þessari keppni. Ég get staðfesta hér. Það var heiður að fá okkur bæði og við til kynum næsta föstudag. Hver fer áfram? Takk fyrir komuna. Gekkja. Love it. Held ég þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Rikki G erum mættir hérna inn í klefa því að ég er mjög skemmtilega hugmynd sem langar að bera undir, Rikki. Alltaf þegar þú ert að bera undir með skemmtilegar hugmyndir þá er þetta skemmtilegar hugmyndir fyrir þig og hlustendur, ekki fyrir mig. Já, ég held þú getur haft gaman að þessari sko. Það er dagskarlega sem að mér þykir væntum þegar þú kemur sem gestastjórnandi. Það er að við erum að pimpa út sem veislustjóra. Já, mig grunaði það. Nú ertu veislustjóri og DJ og ert ert með þessa þjónustu. Já. En það er kannski skrítið að vera að ringja beint í fólk og bjóða þjónustu sína. Nema í dag er Black Friday og við langar rosalega að þú ringir núna og setja að bjóða Black Friday afslátt í miður COVID á veistlustjórn. Já, sko, fólk getur átt hann inni. Já, ok. Bara ef það staðfesti við í dag. Já, ok. Og sko, Black Friday afslátturinn þinn er 40%. Nú veit ég ekkert hvað tekur fyrir að veistlustjóri, en segðu bara að sé 90, sem sagt með 40% afslætti þá farið þetta 90. Jesus Christ. Já, ok. Tilbúið, hvort vilt prófum bara bæði og gall. Þetta verður bara óþægilegt sama hvaða kyn það er. En þú verður að það er alltaf smá regla. Ok. Þú verður að kynna þess, Rikki G, veislustjóri, dagskrárgerðarmaður og íþróttafréttamaður. Þetta þrennt verður að koma fram. Og að þetta sé one time only. Og þarf ég að segja, veist ég hver ég er? Þarf ég að hendi það? Nei, við sleppum við það í dag. En sko, þú kynniði með bara svona sjálfströsti. Bara Rikki G, veislustjóri, dagskrárgerðarmaður og íþróttafréttamaður. Og
Dagskrárstjóri FM 957. Þetta verður viðbjóður, við skulum bara klára þetta. Þetta er tilbúin. Já. Má ég sjá. Ég er að spá ég að fara í nafnið Arndís. Fallegt nafn. Og þessi býr í Hveragerði, má ég að teka maður. Halló. Ardís. Já. Já, sæl og blessuð. Rikki G heiti ég, veislustjóri, plötusnúður, dagskrárgerðarmaður, íþróttafréttamaður og dagskrárstjóri FM. Já. Herðu, það er Black Friday í dag. Já. Herðu, ég ætla ekki að láta mitt eftirleikja þar. Ég er sem sagt að bjóða bara svona þjónustu mína. Ég er sem sagt veislustjóri og plötusnúður og ég er að bjóða sem sagt Black Friday tilboð. Ef þú tekur mig sem veislustjóri og DJ, þú þarf náttúrulega ekki að nýta þetta núna í COVID, en þá er ég að bjóða 40% afslátt. Þetta er bara one time thing, 90 skall í dag. Já, Nei, ég held ekki. Nei. Herðu, ekkert mál. Ég er bara ákveða kanna, bara hafa það gott, Ardís. Já, sömulegis, gangi yfir. Já, takk. Þetta byrjar ekki. Ok, nú fyrir við Hallgrím. Hallgrímur. Blessaður og sæll, Rikki G heiti ég, veislustjóri, plötusnúður, dagskrárgerðarmaður, íþróttafréttamaður og dagskrárstjóri FM. Herru, ég Black Friday í dag. Ég er sem sagt að bjóða, ég ætla ekki að láta mitt eftirleikja þar, ég er sem sagt að bjóða þjónustu mína, ég er sem sagt veislustjóri og plötusnúður og ég hef ákveðið að bjóða fólki veislustjórn og DJ-mennsku hjá mér á 40% afslætti bara í dag. Þannig að þú færð hann á 90.000 krónur og mátt eiga hann inni. Já, nei, ég er ekkert í hí, sko. Nei, hefur ekki bara skoðað þetta þó eða eitthvað? Já, ég skoðum þetta seinna bara. Já, takk fyrir þetta, Hallgrímur. Já, ok. Deyr eitthvað inn í mér, sko. Deyr eitthvað inn í mér, sko. Ég verð að fara. Ég er að fara úrspunni hérna, sko. Halló. Sælingun, Rikki G heiti ég er veislustjóri og plötusnúður og dagskrárgerðarmaður og ég er líka íþróttafréttamaður og dagskrárstjóri FM 957. Já. Það er náttúrulega Black Friday í dag. Já. Ég er að bjóða mína þjónustu. Ég er sem sagt veislustjóri og plötusnúður og ég er að bjóða sem sagt bara svona one time tilboð í dag á Black Friday, 40% afsláttur. Þá færðu partí hjá mér fyrir 90.000 krónur. Heyrðu vinnur. Nei. Ekki að ræða það, sko. 80%, ég fer ekki neðar. Nei, þetta er ekkert til umræður, sko. Nei. Herðu, ekkert mál. Já, ok, Ingun. Þú voru að ringja eitthvað annað. Bye. Kallir eitthvað að kólna í veislustjórnum? Þetta er bara, ég segi, þetta er síðan skipt sem ég fer inn á dagskrális. Hvað mér líður alltaf illa. Ég gleymi alltaf þegar ég fer inn. Ég þarf að fara úr öllum, ég fer að svitna og bara líður illa. Hvað varstu komin upp í? 85% afslátt? Ég var bara að gefa þetta og hún var samt ekki klár í þetta, sko. Já. Hallgrímur. Jú. Blessaður og sæll, Rikki G heiti ég, veislustjóri, plötusnúður, dagskrárgerðarmaður, ég er íþróttafréttamaður og dagskrárstjóri FM. Hvað er meira fréttir? Nei, það er Black Friday í dag. Já. Ég er semst að bjóða mína þjónustu bara í dag, þetta er bara svona one time thing. Ég er að bjóða semst að veislustjórn hjá mér og DJ-mennsku þá sem ég spila og 40% afsláttur, aðeins 90.000 krónur. Hafa það gott bara. Halló. Þetta er svo vond, sko. Þetta er ekki hægt, sko. Svo verst að við að svo fyrir fólk að tala og þetta fyrir bara að frétta svo um allt land, sko. Þið vil náttúrulega láta mikið fólk vita að þetta er símat, sko. Mjög ánægð með allar upplýsingar. Já, það bara eru fleiri fréttir. Þið líka veislan. Þetta var Rikki G, veislustjóri. Gekk ekki út í dag. Ekki út í dag, kannski seinna. Búm, alvöru lag, maður. Og herru, sko, við fórum náttúrulega
fórum beint í klefa eftir karaoke-keppnina. Ég veit alltaf að fyndið maður, shit. Já, klefin var stórkostlegur. Karaoke-keppni var rosaleg. Richard var rosalegur. Þetta var rosalegur hálftími núna. Já, þetta búið að fara bara alvöru þáttur í dag. Eins og vonandi, alltaf fyrst þetta. Tíminn flýgur. Já, klukkan 25 mínútur í 6. Við erum að lífga upp á daginu fólki þegar nú komum glæðin í veira og við ætlum að gleyma því. Já, en við gleymum ekki að þú ert alltaf að rifja hann upp hérna. Þú veist, hún er ekki komin akkurat hinga til landsins núna. Við skulum taka þetta en við þurfum líka að passa okkur á þessari nýjustu. Ég hef heyrt hún sé sko bröðlót og bröðút. Já, nýja veran. Það er ekki farið í valega. Sko, ég veit ekki, ég ætla að kjósa bara bæði. Ég ætla að taka 1 í tölvun og 1 á síman. Þetta er einn erfiðast að keppnin hinga til. Ég ætla að hlusta á þetta aftur heima og kjósa. Þetta var ekkert eðlilega flott. Við erum alltaf með of góða söngur í þessari keppni. Þetta er bara fólk getur ekki þetta svolítið skemmtilegt. Já, pæli Sverri Bergmann og Valdimar daginn. Annar þurft að fara. Þetta er fáralegt, þú veist. Sala og Elisabeth Dónsleif, þú veist, önnur þurft að fara. Svo Bríett og GTRN. Þetta er hörð keppni, hún er helvítið hörð, sko. Rétt. Svo ætlum ég að minna á þar jólatónleikar 11. og 12. des í Víðistakirkju hjá Guðrún Ánni, þannig að þið getið heyrt þessa englarödd þar og eðla góð rödd. Já, Eyþór Ingi er líka með jólatónleika núna í desember, þannig að þetta er ekki bestu auglýsing sem þú getur fengið. Á maður eiga eitt sá miklu höfðingi. Ég voru að vera á nokkuð giggum að sem hann er. Hann er ekki bara great fucking singer, hann er líka great comedian. Já, ég sagði það við hann. Hann er eðla fyndin. Hann er ógeðslega fyndin. Og hérna svona þetta hendar líka svo bara víða. Já, hann fer yfir svona stóran aldurshópa. Já. En herru, við skulum hætta að hrósa þeim og fara í King of Þakklæti. Það var Thanksgiving í gær og það sem átt að gera á Thanksgiving, þú var þakkláttur fyrir allt sem þú hefur, fyrir fjölskylduna og vini og svo frammeðis. Sko, ef Íslandingar ættu að taka upp einhverja hefð frá Bandaríkjunum, þá finnst mér þetta eins og besta. Það sem að fjölskyldan hittist bara og er þakklátt fyrir að vera saman. Af hverju var enginn af mínu félögum sem sendið mér skilabóð í gær, skeri, ég er með kalkún og bauð mér í Thanksgiving. Það er ekki bara því að samkvæmt þessum þætti þá er allir vinið inn að láta mig yfir sig einhver staðar og hvað heldur þau séu bara með eitthvað Thanksgiving? En þú veist, málið er að þú veist eins og við fórum yfir daginn að allar þessar amerísku hefðir þegar fólk er á móti þessu, það er fullt af fólk á móti þessu, nennir ekki nennir ekki Halloween og Thanksgiving. Ég segi bara tökum upp fleiri daga helst frá öllum löndum. Það var endalist frí. Ég nefnir bara brjótu upp. Það rennur ekki að þess. Ég er að segja bara brjótu upp, þú veist, hvernig er hægt að hata einhvern dag það sem er bara eitthvað fjör. Ég fíla Thanksgiving. Nei, ég meðist bara svo skrítið um Black Friday viku. Verstu með afsláttarviku. Það er afsláttur í viku hjá mér, en Black Friday, það er 1 dagur clear-out útsala. Herru, förum í King of Þakklæti. Þetta tók út um fari familíuna. Það var eitthvað deginn í honum. Hitt ykkur fulla frændan og ræða við um krypto, djöfull var ég til í þetta maður. Já, ég var til í þetta. Thanksgiving. Já, og ræðaðu fulla frændur krypto. En sko, King of Þakklæti. Já. Ertu þakkláttur fyrir að vera með award-winning movie í bíó núna? Já, mjög þakkláttur. Er það ekki? Þú er Svavar, Steindór, þú mátt líka vera þakkláttur, sko. Shut your mouth, Svavar. Já, það var sagt um mig. En ég er leikar í myndinni og ég er mjög þakkláttur. Ég er bara þakkláttur. Ég er alveg þakkláttur fyrir ykkar hönd. Þó að Bussi sé the lead, þá mátt þú líka vera þakkláttur út kongurinn í þessari myndinni. Nei, ég er meira að tala um þeir að framlega myndina. Ertu þakkláttur fyrir your mansion? Ég er þakkláttur fyrir heimilin mitt. Já, fyrir heimilin, já. Þakk. Segðu bara já. Báður ég fucking mansion. Nei, hættu language hérna, sko. Ertu þakkláttur fyrir að hafa á ákveðnum tímapunkti í þínu lífi verið titlaður næst tekjuæsti listamaður landsins? Ég veist ekki. Ég hef aldrei lett. Málega, ég finna bara núna, ég nennis ekki. Hvað minnar þú? Ég nennis ekki. Þakklæti? Það snýst um þakklæti. Jú, ég þakklæti fyrir það. Ég átti gott ár. Frjáls versluleik geta strókað út af þessu lista á sínum tíma, sko. Ég átti gott ár. Þeir prentu nafnið number 2 og það var a great fucking honor, það ekki? Þú veist? Átti flott ár. Það ekki? Fyrir flesta. 3-2. Stendur in the lead núna. Ertu þakkláttur fyrir að sprautað og græða 2 börn? Já, ég er mjög þakkláttur fyrir það. Já, það er svona ekkert í lífinu sem er jafn þakkláttur fyrir börnum mín. Það ekki? Já, sennilega, það er bara ekkert. Þú verður að gleyma öllum AC-ferðunum með okkur félagunum. Já, bara sturtaði þeim í ræsi. Ég hef reynt að gera það. En í limmunni sem er náttúrulega
ekki beint Ég meina, limma ég líði ekkert, ég var alveg til að vera á leiðin til Lacey á morgun. Herri, ég er endur á leiðin til London á morgun. Já, þú veist að leiðin út á morgun. Græjaðu 3 punkta á móti Chelsea blöð en fyndu henni að vinnu. Þú ert óhappar. Ekki vera óhappar núna. Nei, herru, ég er með 5 sigra í röð, ég er búin að segja ykkur. En nú kemur En ljós. herru, það er svolítið erfitt að fara á Stamford Bridge, þeir eru langa eftir. Þeir eru við getum orðnir ekkert- heater, Já, sko. Þeir voru að vinna Juventus 4-0. Þú gæti fengið óhappastempilin áttur. Já, Þetta var ammælisgjöf frá konunni sem er loksins komið á, hann gaf mér þetta í júli sko. Já, og ekki fá sér steikur aukt og eitthvað. Hafðu engar áhyggjur af því. Fara bak. Vonandi. Hún er að hlusta núna, þetta gæti að vera þetta. Það er 4-3 fyrir Alla þessu svona. Stoney. Já. Ertu þakkláttur fyrir að vera ekki sköllóttur? Ég get ekki verið þakkláttur fyrir það. Ég er sköllóttur. Hann er sköllóttur. Hvernig verður þetta? Þetta er bara spurning Steinn, þú svaraði henni. Já, ég er Ertu þakkláttur fyrir að vera ekki sköllóttur, Steindi? Ég held að færi mér ekki jafnvel og auðvitað að vera sköllóttur. Nei, þakkláttur. Svaraði spurningum. Já, ég 5-3. Ertu þakkláttur fyrir að vera ekki sköllóttur? Ég hef aldrei hugsað um þetta þannig. Herru, ég rætti þetta. Þegar þú spyr mig þá, jú, allir það ekki. Þetta er bara ball-shaming. Nei, Þetta er ekki ball-shaming, Ég hef sko. aldrei hugsað um þetta. Ég bara sagði, Það er enginn að bólseima þig að þú blöð. veist, ég er alveg þakkláttur að með hár. En ertu með spurningu, ertu þakkláttur fyrir að vera sköllóttur? Nei, málega þetta þú varst ljótast ekki að ég séð með hár, sko. Þú er með góður. En nú ertu mjög kynþokkafullur. Hann var ekki ljótast. Það er bara í næstu spurningu. Ok, það er 5-3 fyrir Stoney. Æ, hann er king of þakklæti. Ertu þakkláttur fyrir öll skiptin sem þú skelltir í Boccu, Keilo og Karogi? Já. Já, sko, þarna Ég kom líka. blöðsterkur inn. Já, ég líka. Sko, nú er þú líka. Já, ég er þakkláttur Þú fyrir varst þú í öllu þessu. Hvenær var ég- Og Mosso. Það er Þú spurði mig, Það bara- er ég það þarf að- þakkláttur fyrir alltaf þegar ég farið í boccia? Já, ég meina, Þetta er bara veistu, eitthvað hælis. ert þú reglu í þessu? Ég viðkenni, ég hef aldrei farið með Er Mós þú og vinni króksari mínum í í þér? boccia. Ég hef farið með króksónum í boccia. Herru, og hætt að kenna þetta við króksara. Nei, Þetta er ég allir bara- króksarar, ég þó- bjóst ekki við að þó Steindi minn myndi að bóta vinahópur sé í þessu. Það er enginn í Reykjavík sem spila boccia. Það er 100%. Jú, Nei. fullt af Ok, fólk. hvenar eru farið í, Steinþór? Í Boccia, Keilo og Karogi, ekki með króksurum? Aldrei. Jó, en ég hef farið í Karugi á þess að með króksónum. Já, já, en ég ætla með... Keila veit ég. Jó, með familíunni. En Boccia? Nei. Málega, sko, Fær hann það ekki búin? Ég ætla ekki að vera löðilegur. En króksarinn eru með? En hefur þú farið í boccia með einhverjum í kópáinu? Sko, ég fór í Boccia þegar blöðs blæsti á mig The Penguin Suite. Þá fór ég yfir í The Honeymoon Suite sem var hinum megin í á Rangá Já. og þar voru króksarinn í Boccia Já, og málega sjálfsögðu. og ég leina á mér í Boccia. Sko, ef það er eitthvað frá Rangá sem er að hlusta, þá eigum við inni einhverja gistingu þarna, því að þú ert búin að tala um þetta í einhverjum einasta þætti núna í 2 ár. Já, ef einhver að hlusta þá væri til að fá The Penguin Suite aftur, sko. Ég ætla ekki að fara í The Honeymoon Ég Suite. væri allavega til að sjá The Penguin Suite. Já, Ég er Kim bara- Kardashian. Já, Já, þú mættir ekki ammælina. Nei, ég hef heist rosalega mikið þessi Já, frá svíta Agli. er svaka. Kim Kardashian fór á bak Nei, í þú The veist ekki Penguin það. Herru, Suite. næsta. Ertu þakkláttur fyrir að vera CD? Nei, ég er ekki Ég heldur svo. Já, Af því að- nú verðum við ekki, sko, er það ekki? Verðum við ekki að vera hinskilir? Ég er ekki þakkláttur fyrir það. Nei. Ekki þakkláttur fyrir það? Aldrei balti. Ertu það glaður og það þakkláttur með lífið að Það glaður. Má ég- Það glaður. Ertu það glaður? Það glaður, já. Það bil glaður, má ég lesa? Það var í einu orði hjá þér. Nei, ég bara las Það það. glaður. Ég hef aldrei heist þetta orð. Ertu það glaður og þakkláttur með lífið að heldur að skellir í bleiu í kvöld? Veistu hvað, ég sé svo eftir að sagt yfir þetta. Ég er ekki alveg að segja þetta Þetta er fyrst yngum. Ég var að segja eitthvað sögu frá Jesse, hvað heitir hann? Og þú bara, ég fór í bleiðu. Þú var svo spenntur að segja frá þessu, þú skammast þig fyrir það núna. Ég misti þetta út af mér. Ég var að segja þetta. Þar sem að En ég sé eftir að sagt þetta í beitt. þar sem að ég er ekki að fara í bleiður, þá get ég ekki verið þakkláttur fyrir það. Og ég hef aldrei farið í bleiðu og ætla ekki að byrja á því. Þannig að Ég nenni ekki að rífast við einu svona ennu mynda sko, þú farið í bleiður. Nei, ég- En varstu þakkláttur fyrir það? þegar ég setti skjöldin á mig þá var ég þakkláttur. Já, þá er það punktur, skjöldin. Ég Steindir var- að rústa mig. Ég var rólegri, 7-4. þú veist, þá því ég var að fara að sofa. Varstu þakkláttur þegar Sky Lagoon leiði blöður úr ofan í? Tjóð þetta leðilegt maður. Já, ég var það. Já, mjög þakkláttur. Mér finnst þetta bara fálegt að kvöldfólk með ekki vera bert og ofan hvað sem er. Ég tek undir það. Sko, ég er ekki að vera leiðilegur. Blöð, þú átt ekki breyk í þessu. Nú, það er ekki, hann er ekki að fá Sko, stiga en á þú sama tíma og ég alltaf. Sko, það er 8-4 fyrir stenda. Nei, ég fikk þig það. 8-4. Varstu ekki ánum blöðurinnar? Ég var bara, ég Ok, þakkláttur 8-5. Já.
fólk má bara vera best ofan allt. Hvað, maður sjá, akkur 8-5? Það gengur ekki. Það var 8-4. Nei. Jú, það var 8-4. Þú varst þér einn stjórnir. Er þetta búið með 12 spurningar? Þú ert að pakka þessu saman, sko. Nei, 12 spurningar. Það var bara ein eftir og 8-6 væri gott. Það er stendi. Þannig ég get reynd að bjarga andlitinu. Hefur Gella sagt við þig, ok, wow, shit, Jesus motherfucking Christ. Steindi Junior ekkert að grínast í bettan. Þakklæti mér efst í huga núna. Já, helviti líklegt. Helviti, veistu það líklegt það? Sikkot, leðilega. Hefur Gella sagt það? Nei. Hvað staður? Holy? Já, ekki láta hann endur taka þetta maður, please. Bara ekki gera það. Ok, holy shit. Hvað sagði það? Ok, wow, shit. Nei, ég að hugsa hvort ég að fengja hérna punkt. Ná, sagði ok, wow, shit. Jesus motherfucking Christ. Steindi Junior ekkert að grínast. Ég var bara að byggja frasa. Við að segja þetta aftur. Já, bara byggja hvað sagði það. Hvernig enda þetta? Steindi, færðu punkt af það? Nei. Þetta er hinskilinn. Enginn verið þakklátt með þér í betanum? Heyrðu ekki spurningur? Steindi, þú ert king of þakklátt? Já, til hamingju með til lökum með þetta, Steindi. Ég vona að þú og fjölskyldan séu stolt. Nei, þú er það Hvernig er text að vinna þessar keppnir alltaf? Ég held að þú þurfa aðeins að fara að hugsa að við fjölskyldan erum það ekki. Þetta er sonur okkar Aron Kahn hér með blindar götur og það er svo skemmtilega til að hann er einmitt í, já, eða á stóra sviðinu eða í stóra sviðinu í kvöld. Á stóra, ekki? Er hann á stóra sviðinu? Ég náttúrulega er ekki íslensku sérfræðingur. Nei, ekki engin á okkur. Við vissum ekki eins og hvað mákona var hérna í síðustu viku, þannig að Svili. En stóra sviðið er í kvöld, síðasti þáttur. 5 mínútur í 7. 5 mínútur í 7 og það er Aron Kahn og Bríett sem er í loka þættinum með þér. Það er líka skemmtilegt sko, því að já, við keppum í, við blöðum að keppi í með, ég með Aroni, hann með Bríett og við erum að keppi í hvor liði gerir betra tónlistavídeó. Það hljómaði sem mjög gott verkefni. Já, það var ógeðslega skemmtilegt. Hvort liði gerir betra svona fashion make-up, eða þú veist svona, hvað kallar maður þetta í rauninni? Þetta er svona það var að vera að mála svona andlutinu á okkur eitthvað, mjög skemmtilegt. Fashion make-up. Já, svona, já, þú veist, skilur, þetta er svona eins og væri, þú veist, ef þetta væri forsið á tímariti, fattur og svo er þetta, hérna, hvort gerir betra tónlistaratriði í lokin, tónlistarþema því að þau eru tónlistarfólk. Hvort gerir betra tónlistaratriði í lokin og það voru, hérna, þau Aron og Bríett sem fluttu lög með breyttum textum. Já, basically, sko, Bríett er að syngja Esjuna með texta frá Steinda að sé eitthvað pröfust, náttúrulega hræðilega banalegt, eitthvað prumpudæmi. Nei, ég get alveg sagt þér hvað ég var að hugsa. Varstu að vinna um prumpudæmi? Já, því að málega. Hún syngur þetta svo fallega, þegar hún byrjaði að syngja þennan prumputext hans Steinda, hugsaði bara, æja, okkur er hún ekki bara að syngja Esjuna. Þetta er svo fallegt. Fólk elskar prump, sko. Nei, málega það. Steinda elskar prump. Þetta snýst Á hvernig gengur með King of Being a Baby. Steindi myndir rúst á því, hann með bleiu, hann með barnalegan húmor. Skjöldur. En málega það sem ég var að hugsa í þessu er að ef hún er að flytja lagið og þetta var keppni hvor myndi flytja lagið betur, ég með Aroni liði, þannig að ég hugsaði hvernig næ ég að skemma fluttingin. Þannig að ég samti mjög badanlega texta, ég veit ekki um það, ég held ég að samið hann á svona 4 mínútum og það hann fjallar bara að prumpa blötu og fleira. Og Aron Kahn syngur flígu upp nema hann er að gera grína, hann kunni ekki að ríma, það var hugmynd frá Bríetti, þannig að ég mæli með þættinum, hann er eftir klukkutíma. Hann er geggjað þáttur. Já, mjög skemmtilegur. Svo minn ég líka á gleðipinna krónur og þetta er sem sagt gleðikrónur, þetta eru gjafabréf frá gleðipinnum, það er að nota það á öllum stöðum gleðipinna sem eru ansi margir. Hvar kaup ég þetta gleðipinna cash? Gleðipinnar.is. Já, ég held að góð hugmynd og það er guttandi verðbólgar núna og kaupir og hleður upp gleðipinna cash og sparar það. Já, ég held að sé. Þú getur notað þetta í keiluhöllinni, þú getur notað þetta á shaken pizza, pítunni, safran. Er gamla góða gjaldrisvaskið að dellin? Getur maður að við kaupið 1.000.000 gleðipinna í dag? Hvernig Viltu meina að C.J. sé komin í Sko ef ég ligg á þeim C.J. var bara ekki fættur í geð sko. Nei, þannig að gleðipinnar.is við mælum með þér annars er bara komið að lokum í okkur drengir. Þetta er búið að vera veistla fljótt að líða. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og hérna það er hægt að kjósa ennþá inn á Vísi. Já, allir að fara inn á Vísi.is og kjósa annarkvort, sko, Eyþór Inga eða Guðrún Áni. Anna þarf að dettu, þetta er hörð keppni sko. Og líka ef þið fara inn á Vísi.is þá sjáum við þetta í mynd þegar þið voru að syngja, sem er mjög skemmtilegt. Drengir, hvernig er helgin svona í lokin? Egil, við byrjum þér. Sko, ekki hann skemmtilegu þín. Nei, ég er að fara út í Þú ert að fara að sækja 3 punkta á Chelsea United. Ballus, Erlendis kona mín hittir naglan á höfuð. Þetta var ekkit frí á tenni, þetta er frí á morgun. Ætli í dagdrykkjuna? Já, hafðið engar áhyggjur. Ég er bara að fara að svara e-mailum og
taka æfingu og... Ná, skemmtilegt, Steindi, hvernig þín? Ég var að spája að mála gangin hjá mig. Herru, það komið að lókun. Við erum mættir hér næsta föstudag og mættir í blöðkastinn næsta þriðjudag. FM95blöð.is. Góða helgi, kæru hlustendur.